Já, Brynjar, 4-4 jafntefli. Hvað er hægt að segja eftir svona leik? Það er hellingur, nokkuð ánægður með að við komum tilbaka, jöfnum leikinn í snemma í seinni hálfleik, 2-2. Á þess að það verið eitthvað búið, eða þú veist, að síðan kom í ljós að það var ekki nóg og við fjöllum tilbaka og gáfum frumkvæðið frá okkur í leiknum. Það var, förum ekki aftur á stað fyrir við erum komin 2 mörkum undir aftur og þurfum að jafna leikinn 4-4. Þannig að svona miðað við allt þá verð ég að vera nokkuð sáttur bara við stigið eftir að hafa lent tvisvar undir í leiknum. Þetta er rauninni leikur sem að hafði þannig séð allt. Það var víti, rautt og hann rauninni hafði allt sem að hinn almenni áhugamaður vill sjá. Já, þetta var bara fram og tilbaka leikur og færi á báða bóga og fyrir þá sem voru að horfa á því sjónvarpinu hefur þetta verið fínasta skemmtun en þetta er svona ekki alveg eins og ég vil hafa leikina hjá mínu liði. Sko góð 4 mörk en við gefum allt og mikið að færum á okkur og bara allt og töpum boltanum í slæmum svæðum og allt í einu þeir komin í gegn bara einu sinn. Kannski svolítið sætt úrslit svona með við úr því sem komið var á Kálavík. Já, bara fínt stiga út í velli. Við erum bara að taka því þannig. Það skiptir ekki máli á móti hverjum það er. Við gerðum okkur erfitt í leiknum og við bara tökum stigið eiginlega. Það er þessi Grótta einhver aðrir, það er allir stórhættulegir deild og við erum að koma betur inn í næsta leiki, það var ljóst. Valgeir kemur sterkur inn og á þátt í þessum viðsnúningi og síðan sömuleiðis Ari sem skorar hérna jöfnunarmarkið. Ég vil vona að sjá Ari eitthvað meira svona næstunni. Það er aldrei að vita. Við erum náttúrulega með Bjarni Gunnarsson er aðeins meiddur og Jonni í sótkví, þannig að það er svo sem blóðtaka fyrir okkur og þessi litla breytt sem við erum með og þessi 2 menn séu frá er ekki gott en Ari er góður leikmaður og efnilegur leikmaður. Það er aldrei að vita, við fáum að sjá meira á hann. Takk.